Ég byrjaði að stúdera réttindaáhersluna í lífeyrissjóðakerfinu 2007 þegar að ég var svona vitni að því að lífeyrissjóðakerfið var ekki eins mikið bakhjarl og ég hélt að það væri þegar að áföll dynja yfir. Upp frá því að stúdera réttindaáherslukerfið og hvernig það byggt upp og var síðan bankahrun og svo stúdera fjárfestingar lífeyrissjóðanna, tengsl á milli, stærð sjóðanna, rekstrarkostnað og svo framvegis. Ég tek saman til dæmis rekstrarkostnað lífeyrissjóða einu svona ári og hef birt það svona á heimasíðunni minni og til að gefa ykkur einhverjar tölur þá rekstrarkostnaður lífeyrissjóðanna uppgefinn kringum 5 milljarðar á ári. Sjóðirnir eru skráðir 33 sem taka við iðgjaldi. Það eru 25 framkvæmdastjórar sem starfa í lífeyrissjóðakerfinu. Það eru á 400 stjórnarmenn sem sitja í stjórnum lífeyrissjóða eða mun fleiri heldur starfa við kerfið. Meðallaun á stöðugildi í lífeyrissjóðakerfinu er kringum 10 milljónir á ári. Þannig að þetta eru svona tölur sem ég hef verið að taka saman. En það sem ég hef líka verið að skoða er eignasamsetning sjóðanna, bæði eins og kom fram hjá framsögumönnum. Þá sérstaklega hlutfall innlendra og erlendra eigna og hef verið að beita mig fyrir því að stjórnendur lífeyrissjóðakerfisins, þess sjóð sem að ég hef greitt í, Lífeyrissjóð Verslunarmanna, verði sóttir til saka fyrir gerð á gjaldmiðlasamningum í aðdraganda hrunsins. Það er að segja að taka stöðu með krónunni þegar hún virtist falla. Það er fátt benti til annars en að hún myndi falla. Og ástæða þess að ég verið að beita mig fyrir þessu í VR þar sem ég á sæti í stjórn er fyrst og fremst svo áhættusækni sem að stjórnendur sjóðanna sýndu í aðdraganda hrunsins og hef verið að skrifa til dæmis það tap sem að sjóðirnir hafa orðið fyrir 480 milljarðar sé raun mun meira heldur en menn hafa verið að gefa upp og það er hægt að benda á nokkur dæmi eins og til að mynda uppgjör gjaldmiðlasamninga sem eru í algjör óvissu enn þetta í dag og ber í milli kröfum skilanefnda bankanna og lífeyrissjóðanna 33 milljarðar. Þetta ber í milli. Fyrirgefið, 33 milljarðar, það er bara hjá Lífeyrissjóði Verslunarmanna fyrirgefið. Þannig að þetta eru gríðarlega upphæðir og gríðarlega óvissa. Sömuleiðis eru eignir lífeyrissjóðanna mikið áhyggjuefni að til að mynda eru skuldabréf í Símanum að mestu óniðurfærð í bókum sjóðanna. Þar voru til dæmis gefin skuldabréf árið 2006 sem voru verðtryggð og eru á gjalddaga 2. apríl 2014 og standa í 25 milljarðar. Það er engar líkur á því að Síminn geti greitt af þessu bréfi og mun sjálfsagt farið nauðasamninga innan skamms vegna þessa. Og sama má segja skuldabréfaútgáfur í öllum útrásarfyrirtækjum sem voru mestu verðtryggð. Ég hef verið að skrifa líka verðtrygginguna, áhrif á lífeyrissjóðina. Og síðan eins og mál kom inn áðan í sinni framsögu, það er eignastaða sjóðanna. Í ársbyrjun 2008 þá áttu lífeyrissjóðirnir í fasteignalánum almennings skuldabréfum útgefum af ríki, bæjar og sveitarfélögum rétt tæplega 500 milljarðar. Þessi tala er komin í 1200 milljarðar í dag. Það er að segja meira hluta eigna lífeyrissjóðakerfisins eru skuldir almennings við kerfið. Þetta er fyrir utan halla kerfisins. Þannig að og síðan þessi staða að skuldbindingar almennings við kerfið í ársbyrjun 2008 voru 25% af eignum lífeyrissjóðakerfisins komið yfir 50% í dag. Og hvaða áhrif kemur það til að hafa á hagkerfið næstu ári og svo ávöxtunarkrafa sem sjóðirnir þurfa til þess að geta staðið við sín loforð, hvaða áhrif það mun hafa á
þá sem að eiga að njóta góðs í kerfinu til framtíðar, sem eru þeir sem að greiða í kerfið í dag. Síðan hef ég verið að skrifa aðeins iðgjaldahækkanir sem að framundan eru í lífeyrissjóðakerfið. Nú útséð með það að lífeyrissjóðirnir þurfi að fjárfesta í kringum 400 milljörðum á næsta ári í íslensku hagkerfi. Svo tala hækka ef að þeir hækka iðgjöld á næstu árum. Og það er ekki útséð með hvernig við eigum að geta geymt allt þetta fjármagn í svona litlu hagkerfi og hvernig í ósköpunum þeir ætla að koma þessum peningum í vinnu á þess að það myndist hér eignabólur á því kaliberi sem við erum vitni hér í aðdraganda hrunsins. Og þetta erum við að sjá í dag, bara núna síðast í morgun þegar Framtakssjóðurinn að selja á genginu 7 í Icelandair, keyptu 1,6 minnum mig og kaupendur eru lífeyrissjóðir sem aftur eiga Framtakssjóðinn. Þannig að þetta eru hringamyndanir sem við erum farin að sjá og eru svona kunnuleg. Ég hef talað líka svolítið húsnæðismálin, mikilvægi þess að við förum með þak yfir höfuð á lífeyri. Ég ætla kannski ekki að fara mörgum orðum það núna út af tímanum sem ég hef, en við sjáum til dæmis fréttir af Eyrarmálinu sem var í fréttunum daginn að hversu mikilvægt það að ekki bara fólk hafi þak yfir höfuð og þá þarf það væntanlega lægri framfærslu til þess að framflytja sér. En við sjáum það að ef eins og allt bendir til þess að fólki tapi sinni eign og þurfi síðan að fara eignalaust í að leigja sér íbúð fyrir það litla sem það eftir. Þannig að þetta er alltaf talað þetta að vera mjög mikilvægt atriði að lífeyrissjóðakerfið komi að húsnæðislánakerfi. Kannski ekki ósvipuð því sem lífeyrissjóðaverkfræðinga voru með þar sem að réttinda ávinnsla þeirra sem vildu fá hagstæð lán til húsnæðiskaupa var tengt. Það er að segja, lágir vextir á lánum þýddu að réttinda ávinnsla viðkomandi í sjónum var þá í flútti við hann. Takk fyrir.